Góðir Íslendingar, það birti upp og á þessum fallega degi langar okkur að minnast fósturjarðarinnar og biðjum ykkur að taka undir fjórfalt húrra, Ísland lifi, húrra, 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 húrra! Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, til hamingju með daginn. Takk fyrir. Þú stendur á tímamótum, ertu að taka við nýju embætti, þú ert 7. forseti lýðveldisins. Já, hvaða væntingar hefurðu til þessa embættis? Mér langar til að vera forseti sem að valdeflir sem flesta til að taka þátt í þessu samfélagi. Og ég segi stundum söguna, Jóhanna, frá því að ég var 7 ára gömul og íslenska konur ákvaða að vinna engin störf þann dag og ekkert gekk upp í íslensku samfélagi. Og ég spurði eina af systrum mömmu, þetta var afmælisdagur mömmu, af hverju þær væri ekki að störfum, af hverju bræður þeirra og eiginmenn þurftu að sjá að uppvarta og uppvaskið. Og þá sögðu þær mér að þær vildu sýna að þær skiptu máli. Og ég man ennþá þessa tilfinningu frá 7 ára aldri, hvernig ég fann fyrir því í brjóstinu að mig langaði til að skipta máli. Og síðan eftir áratuga reynslu að vinna með fólk og allan heim hef ég áttað mig á því að það skiptir okkur öll miklu máli að gera gagn og láta gott af okkur leiða. Þannig að ég vonast til þess að vera forseti sem að hjálpar okkur sem þjóð að koma saman, vinna saman, tala saman og horfa til lengri tíma hvað næstu 80 ár á Íslandi eiga að snúast því að við erum 80 ára gamalt lýðveldi í ár. Hvert stefnum við og hvert viljum við halda sem samfélag og ég held að forseti geti þar spilað mikilvægt hlutverk. Hefur þú haft einhver tök á að undirbúa þig fyrir embættið á síðustu vikum? Já, auðvitað hefur maður hugsað alveg frá því að maður gaf kost á sér og í mínu tilfelli þá hef ég gefið kost á mér áður og ég hef hort á þetta embætti lengi og velti fyrir mér hvaða hlutverki það gegnir í íslensku samfélagi lengi. Og auðvitað frá kjördegi 1. júní hef ég verið að hugsa það. En það verður að segjast eins og að mikil vinna fór í að undirbúa daginn í dag. Þannig að ef við ekki að segja að ég eigi margt ólært og ég sé spennt að vinna með samstarfsfólki og ólíkum aðilum allt samfélag að því að móta hvernig við getum virkjað embættið til góðs. En eitthvað svona sem hefur komið þér á óvart eða eitthvað sem þú hefur lært af sem að þú vissir ekki? Það reyndar margt, já, sem að hefur komið á óvart og ég held að það muni halda áfram að koma á óvart. En ég lærdómsfús. Ég held að ég hafi yfirleitt svona hætt frekar í verkefnum ef að ég hætt að læra og ég sé að í þessu verkefni mun ég læra á hverjum einasta degi eins og Guðni hefur sagt eftir sína 8 ára forsetatíð. Þannig að það mun koma mér eitthvað óvart væntanlega á hverjum einasta degi en ég mætt til leiks til að læra. Auðmýk gagnvart því að þetta hlutverk fyrst og fremst þjónusta við hagsmuni Íslands og Íslendinga og þess vegna þarf ég ekki að hafa öll svörin. En ég ætla að reyna að vera forseti sem duglegur að spyrja góðra spurninga og vinna vel með öðrum. Þú hefur líka talaðir um það í ávarpinu hér fyrir í dag að það væri lítið traust í samfélagið og þú áréttaðir það hérna í ávarpinu og að margir hafi mist tiltrú almennings og það hafi valdið ákveðnu sinnuleysi meðal kjósenda. Hvernig sérðu fyrir þér að þú getur breytt þessu eða haft áhrif á þessa þróun? Ég held að traustið sé stærra heldur en bara að tiltrú kjósenda hafi minnkað og sérstaklega kannski ungu fólki. Ég held að trúin á viðskiptalífið, trúin á fjölmiðla, trúin á ýmsar stofnanir samfélagsins og traustið sé lægra en áður hefur verið. Og ég veit bara um eina aðferð til að byggja traust og það að tengja fólk saman og tala saman og hlusta á hvort annað og sýna hver öðru virðingu, setja sig í spor annara, að vera nálægt hver öðru því að dómharkan auðveld þegar við erum langt frá hver öðru. En hún einhvern veginn, hún minnkar og traustið vex þegar við tengjum hvert við annað, tengjum við náttúruna og tengjum við það sem að raunverulega skiptir máli og ég held að við séum því miður komin dálítið langt frá þessu og þetta sé að valda ákveðnum áskorunum í okkar samfélagi og þess vegna sé andleg og samfélagsleg heilsa ekki
sem skildi og ég held að forseti geti ávarpað það og með mörgum öðrum gert átak í því að við lyftum okkur úr þessum hjólförum því að ef við horfum til nágranna samfélaga þá vitum við að traustið ef það grefur undan því að fólk taki þátt í lýðræðinu, ef það grefur undan því að við getum unnið saman, talað saman, þá er rosalega erfitt að takast á við þau flóknu verkefni sem að blasa við. Ertu bjartsýn á að hafa erindi sem erfiði? Já, ég tilenga mig viðhorf sem að ég kalla þrjóska bjartsýni sem þýðir að stundum vakna ég á morgnana eins og aðrir og horfi á stöðunni í samfélaginu og stöðunni í heiminum og get alveg fundið fyrir því að það verði yfirþyrmandi. En ég veit bara eina leið til þess að komast upp úr þeim hugsunum eða því hugarfari sjálf og það er að ákveða og spyrja sjálf mig hvað get ég gert. Og ég bauð mig fram til þess að reyna að gera gagn hvað þetta varðar. Þú lagði mikla áherslu á þáttöku ungs fólks í þinni kosningabaráttu og sagðir að þú vildir valdefla unga fólkið. Já, með hvaða aðferðum viltu gera það? Ég er mjög Viltu það hafa vantað? Já, það hefur vantað og þau segja það við okkur. Ég lagði mikla áherslu á að hlusta og hitta ungt fólki og gefa þeim í rauninni tækifæri til þess að vera sjálfstæð í kosningabaráttunni sem var ákveðin áhætta en þau stóðu virkilega undir því og ég er stolt af því að þau tóku þátt í þessum kosningum í miklu meira mæli en áður, mesta í 30 ára hefur mér verið sagt. En það sem ég er að upplifa er þau vilja ekki láta tala til sín eða við sig. Þau vilja fá sæti við borðið og taka þátt í að móta sína framtíð. Og það eru ný viðmið og ný gildi sem skipta þau máli. Þannig að ég held ekki að það sé bara unga fólki sem þarf að fá sæti við borðið. Ég heyri eldra fólk líka segja, það hlustar enginn á okkur. Hvar fær rödd okkar að njóta sín. Þannig að ég er áhuga manneskjum það sem ég kalla kynslóðasamtal og samstarf og kynslóðajafnrétti. Því að í rauninni held ég að við þurfum að horfa bæði til eldra fólksins okkar og unga fólksins okkar og gefa visku og reynslu eldra fólksins meira pláss og nýrri sýn og nýjum áherslum unga fólksins líka meira pláss. Við ætlum kannski að spyrja það út í alþjóðavettvang. Þú varst í viðtali á CNN daginn einmitt stöðuna í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Sérðu fyrir þér að tjá þig á alþjóðavettvangi stjórnmálin þar eins og kannski innanlands? Sko, ég er ekki stjórnmálamaður, en ég vil óhækað tala fyrir nýrri nálgun á hvernig við vinnum í samfélagi þar sem er lítið traust, hvort sem það er hér heima eða heiman. Við þurfum að taka upp ný vinnubrögð þar sem að stjórnvöld, atvinnulíf og samfélagið allt kemur saman með uppbyggilegri hætti heldur en við erum að sjá víða í kringum okkur. Og ég verð alltaf málsvari hagsmuna Íslands og Íslendinga og bæði hér heima og heiman. En ég er algjörlega, það er skýrt fyrir mér að ef að við Íslendingar getum ekki sjálf tala saman og unnið saman og mótað þá sýn sem að við viljum fara á eftir hér heima, þá getum við ekkert verið öðrum fyrirmynd. Þannig að ég vil setja mikla athygli hér heima, byggja traust og tengsl við sem flesta sem eru sammála því að við þurfum að lyfta okkur upp og horfa til lengri tíma og læra aftur að tala saman og vinna saman og ég held að ef við veljum að vera friðsæl þjóð sem hefur hugrekki til þess að setja kannski mýkri gildi á dagskrá, þá getum við verið öðrum fyrirmynd í hörðum heimi. Þannig að þú sér alveg fyrir þér að beita þér jafnt innanlands sem utan fyrir þín hugðarefni? Já, því ekki, en því að þetta embætti er að mínum ákaflega mikilvægt fyrir hagsmuni Íslands í samfélagi þjóða. En við getum ekkert beitt okkur erlendis nema við getum staðið okkur vel hérlendis. Þannig að ég held að það þurfi að gæta góðu jafnvægi þar og mig langar að vera forseti allra sem hér eru og þannig vera fyrirmynd í heimi sem að sárlega þarfnast ljós í því myrkri sem að víða ríkir. Hér stjórnmálin heima, það tala margir að það sé órói í stjórnmálunum hér heima og það verður kosið til Alþingis í síðasta lagi á næsta ári. Já, sumir tala gjá milli þings og þjóðar. Er þetta eitthvað sem veldur þér áhyggjum? Það veldur mér kannski ekki áhyggjum frekar þarna en annars staðar. Ég held að við séum á róstursömum tímum yfir höfuð. Já. En ég er algjörlega viss það að áskorunum er ekki að fara að fækka. Við erum bara á þannig tímum að áskorunni hérna innanlands og á heimsviðinu verða fleiri. Þannig að ég held að það geti skipt máli að vera með forseta sem vill byggja brýr, vill hjálpa fólki að koma saman á
á nýjan og uppbyggilegri máta heldur en við kannski höfum séð síðustu misseri og ég vona að ég geti lagt mitt að mörkum þar. Nú, við segjum það verður kosið til Alþingis í síðasta lagi á næsta ári og þegar Guðni tók við embætti 2016 voru nú miklir umbrotatímar. Já, eftir kosningar að þínu mati, hver á að fá umboð til þess að mynda ríkisstjórn að þínu mati? Það er ómögulegt að segja það áður en kosningarnar hafa átt sér stað að mínu mati en hefðin er kannski þannig að sigurvegari kosningarna eða sá sem mest fylgi fái vanalega stjórnarmyndunar umboðið. En þetta er orðið flóknara, við sáum það einmitt að þessu dæmi sem þú vísar í með Guðna. En við vitum líka að það er fleira sem skiptir máli heldur en atkvæðamagnið og það er ekki víst að það verði afgerandi skýrt hjá einum aðila út úr þessum kosningum. Þannig að ég myndi vera forseti sem að stendur undir þeirri ábyrgð sem er í stjórnarskrá og að tryggja að það sé starfshæf ríkisstjórn og það getur komið fleira til en atkvæðamagn þegar því kemur. Við þurfum fólk sem getur unnið saman, tala saman. Við þurfum að mynda ríkisstjórn þannig að það getur verið fleiri en atkvæðamagn. Þannig að forseti þarf kannski að reyna svona meira líka bara á eigið hyggjuvit. Já og auðvitað vonandi reyna að skilja, þetta er allt saman fólk, reyna að skilja hver hefur getu til þess að setja saman starfhæfa ríkisstjórn. Hefur hugsað mikið það að forseti hefur vald til þess að neita að staðfesta lög? Er það eitthvað sem að þú hefur hugleitt? Það er óhjákvæmilegt að hugsa það því að þessar spurningar komu svo mikið upp fyrir okkur öll sem gáum kost á okkur í vor. Og ég sagði þá og ég segi það núna að það er að mínum mati örþrifaráðið. Það er þegar okkur tekst ekki að vinna saman og tekst ekki að ráða með eðlilegri leiðum fram úr því hvert við viljum halda sem samfélag. Ég ætla að leggja alla áhersluna á að reyna að leiða fólk saman til þess að leysa þau mál áður en til þess kemur að þurfa að setja lög í þjóðaratkvæðagreiðslu. En ég mun ekki óttast það ef að til þess kemur. Guðni sagði í viðtali við okkur í gærkvöld og hans síðasta starfsdegi að starfið væri kannski erilsamara heldur en hann hafði gert sig grein fyrir og sviðsljósið væri meira. Ert þú og því fjölskyldan reiðubúin? Ég veit ekki hvort að nokkur getur verið alveg reiðubúin fyrir þetta hlutverk og Guðni sagði það nú líka við mig en ég hef alltaf unnið mikið og ég mun ekki kvenka mér undan því að vinna mikið og þetta með sviðsljósið er auðvitað ekki endilega ástæða þess að fólk gefur kost á sér í svona störf og jafnvel er það að verða ástæða til þess að sumir gef ekki kost á sér til þessara starfa á opinberum vettvangi og það er eitthvað sem ég hugsa mikið Þannig að eigum við ekki að segja að ég sé með breitt bak en opið hjarta og ég ætla að reyna þurfa ekki að byggja upp þykkan skráp til þess að standa þessa vakt og ég vona að Íslendingar haldi áfram að gera það sem Guðni einmitt talaði í viðtali sínu við þig að leyfi börnunum mínum og jafnvel eiginmanni mínum og okkur sem fjölskyldu áfram að vera fólk. Vera manneskjur. Já, og þið ætlum að búa á Bessastöðum, ekki satt? Við ætlum að gera það. Leið og Bessastöðir eru tilbúnir til að taka við okkur, þá flytjum við þangað. Börnin eru reyndar á leiði sitt síðasta ári í háskólanámi, þannig að þau væntanlega verða fyrst með okkur þarna jólin, en við erum spennt að flytja á Bessastöði og lögum til að verða álfnessingar. Já. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, það er 1. ágúst og morgun er 2. ágúst. Hver verða fyrstu embættisverk Höllu Tómasdóttir? Já, við ætlum að vera viðstödd setningu þjóðhátíðar. Hún er sett í 150. sinn og þjóðhátíð var haldin fyrst þegar voru 1000 ár frá því að byggð hófst á Íslandi árið 1874 og þá var hún flakkað hún víða land en hefur nú lengi verið í Vestmannaeyjum og þar koma kynslóðirnar saman sem að mér finnst eitthvað alveg einstaklega sérstakt og mikilvægt. Þannig að við ætlum að vera viðstödd og kvöldið ætlum við í Borgarnes þar sem unglingalandsmótið verður sett og þar koma einmitt kynslóðirnar líka saman til að huga að heilbrigði líkama og sálar og þannig að það eru 2 embættisverk morgundagsins að gera það sem ég sagðist alltaf ætla að gera, að reyna að hitta fyrir, hlusta á og styðja við ungt fólk og samtal og samvinnu á milli kynslóða. Og einmitt eins og þú sagðir í ávarpinu síðar í mánuðinum þá ætlið þið að fara á Ólympíuleika fatlaðra. Já, ég er dóttir þroskaþjálfa og það er einstakur heiður að við fáum að fylgja keppendum okkar á Ólympíuleika fatlaðra í lok ágústmánaðar. Og svo tekur auðvitað bara við Jóhanna að hitta formenn flokka og
ráðherra ríkisstjórnar og fulltrúa félagasamtaka og unga fólkið sem að meðal annars kemur á Bessastaði í kvöld til að fagna og fyrir okkur hjónin að sýna þeim þakklæti því að sjálfboðaliðar okkar voru ungir og fjölmargir og við fáum að þakka þeim í kvöld. Þannig að unga fólkið er fyrst til að koma á Bessastaði. Halla Tómasdóttir, takk kærlega fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.